Framsóknarflokkurinn hefur sem kunnugt skipt forystu og þar með svarað háværu kalli almennings breytingar. Já, hvað þýðir þetta fyrir aðra flokka? Til að ræða það eru þær hingað komnar Kolfinna Baldvinsdóttir fjölmiðlakona og Heiðrún Lind Marteinsdóttir lögmaður. Verið velkomnar. Velkomnar. Hvað segið þið? Hvernig líst ykkur á nýjan formann, Sigmund Davíð? Bara ágætlega, hann virkar nú vel á mann og svona geðþekkur maður en þessar kosningar í Framsóknarflokknum ég veit nú ekki hvort þetta var verið að svara kalli almenningsbeint, þetta var nú bara beinlínis vegna þess að forystan var sjálfdauð, það var nú ekki eins og að væri eldri eða forystan væri í frambúði gegn nýju afli í Framsóknarflokknum, þetta var bara nýtt fólk í öll embætti. Hitti bara svo heppilega á að þetta sé það sem almenningu vill? Já, en þetta var nú allt saman hálf búralegt og en svo sem ágætt að menn skiptum forystu og bara gott það að segja. Sjálfstæðisflokkurinn gjaldþrota, Framsóknarflokkurinn gjaldþrota og það komið í ljós og ekki síst í mótmælum í dag að fólk búið að fá nóg. Framsóknarflokkurinn ekki bara gjaldþrota, hann úreltur. Hann úrelt fyrirbæri og hann til eingöngu vegna þess að hér ríkir úrelt kjördæmaskipan og ómöguleg kosningalöggjöf. Þetta flokkur sem hoppar frá vinstri til hægri eftir hendistefnu, þetta flokkur sem hefur enga stefnu þar að leiðandi, sinnir eingöngu hagsmunum ákveðna klika sem standa honum að baki. Að þessi flokkur haldi að hann sé að endurnýja eitthvað með því að ráða að kjósa yfir sig ungan 33 ára gamla mann sem við vitum ekkert hann reynslulaus, en af því sem litla sem við þekkjum hann af, segir hann nokkur orð í gær sem ég hlustaði á og fer með flokkinn sinn þennan nýja 20 ára aftur í tíman. Hann segir sjálfsvörstabúskapur, hann segir nokkur álver, hann lokaði fyrir alla þá Evrópusambandsumræðu sem átt við stað í Framsóknarflokknum. Það sem búið að sanna það, margsagða, að það ekki nóg að vera ungur til þess að vera nýsvarlegur í hugsun. En myndir ekki segja að þetta séu svona ákveðnir 9 tímar? Nei, ég myndi bara ekki segja það, hann að fara með flokkinn langt aftur í fornaldi. En þú varst að segja að þetta væri maður sem við þekktum ekki neitt, vissum ekkert. En hann er búinn að tala núna upp átt, ég heyrði í honum í gær. Það er litlar sem við þekkjum á honum. En það líka annað vegna þess að reynsluleysi fólks ekki það sem við erum að biðja og það ekki verið að biðja heldur hagsmunapot og þá pólitík sem hefur verið viljað hingað til. Fólk út á götu að mótmæla til þess að koma í kring nýjum hlutum, breytingum og það gerist ekki með því að kjósa yfir sig reynslulausan mann sem hefur aldrei komin á stjórnmálum. Með hverju gerist það þá? Það gerist með því einfaldlega að fá þá reynslubolta sem til staðar sem hafa verið að það eru haugur af sérfræðingar sem bara að tala yfir hausumótunum á þessum íslensku stjórnmálum sem að þar á ekki bætast við erlendi sérfræðingar. Þá nefni ég þá fyrst til færustu hagfræðinga heims sem hafa verið síðan 2 vikur. Þú eru að gæta því að þeir eru ekki í Framsóknarflokknum. Og Robert Wade að þeir koma henga og það niðurstöða þeirra bara ein, hér ekki stjórnleysi og þeir hrista höfuðið yfir því þessar ríkisstjórn sem að greinilega hefur ekki staðið við eitt eða neitt sem þeir sögðu, orður áni marklaus, eru ekki að gera neitt og það sem meira þetta eru menn sem hafa farið allan heim til þess að aðstofa ríkisstjórnir í kreppum hingað og þangað og þeir hafa aldrei komist í kynni við ríkisstjórn sem að hefur verið svona máttlaus. En hver þá lausnin? Menn mótmæla og núna það orðið svo að menn eru byrjað að kveiki inn í bæ. Nú er menn að kveiki inn í bæ og hvað mun gerast næst? Ætlar þessi ríkisstjórn ekki að sinna kalli kröfu fólks? Hvað á að gera? Á hvað erum við að kalla nákvæmlega? Við erum að kalla nýja kosningar. Sem að munu leið okkur hvert? Fólk, veistu hvað kosningar ganga út á? Við búum við lýðræði. Myndum við ekki að kalla bara yfir það fólk sem við kjósum þarf að hafa umboð fólksins, það umboð ekki til staðar. Við erum búin að tala trúverðuleika núna ansi lengi, traust og trúverðuleika. Trúverðuleiki og það traust ekki til staðar, ekki hérlendis sem erlendis. Það sem verra hann ekki til staðar erlendis. Fólk mun ekki tala við okkur fyrir við erum búin að fá nýtt fólk inn í þetta alþingishús og nýtt fólk í ríkisstjórn. Eru kosningar rétt að svarið núna? Já, það má vel vera, allavega það þarf að hlusta á það fólk sem að mótmæla, ég meina það ekki hægt að loka augunum fyrir því, en ég ekki sammála Kolfinnu að þetta sé allt svo ómögulegt að við höfum bara líka að labba hérna út í dag og fara upp í skip og allir að fara frá Íslandi því hér allt ómögulegt. Það gerist ef réttlætiskennd fólks er ofboðið svona svakalega. Já, það þannig. Það gerist þegar andurleysið er svo svakalegt. Það verður að gera það, vegna þess að þeir hafa eitthvað að segja, en við þurfum líka að gæta því þegar verið að mótmæla sem rétt og eðlilegt að það sé gerur munur á mótmælum og skrílslátum. Það má ekki og það á aldrei að líðast að það sé beitt ofbeldi. Það hefur komið fyrir, já. Ég meina það kom fyrir hér á gamlársdag. Ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist hérna í bæ í dag. Ég held að það var nú bara farið ágætlega fram. En það á ekki að líðast og þess vegna skilur maður á stundum ekki í fréttum
þegar það er verið að segja frá mótmælum sem eru bara ekki neitt annað en skrílslæti þegar það er verið að beita fólk, hluti og annað ofbeldi. Nei, ég er ekki að segja að það sé almennt, en það hefur verið þannig og það þarf að gera greinarmun á þessu. Hvar liggja þessi mörk? Það er auðvitað, erfitt að segja, en það er auðvitað bara þannig að leið og það er komið ofbeldi, þá liggja mörkin þar. Það á ekki að beita ofbeldi í mótmælum. Við getum farið í gegnum alla það kreppur sem hafa átt sér stað í kringum okkur út allan heim. Við skulum ekki vera því. Við getum næstum dæmi með Argentínu. Þar einmitt fór fólk út með potta og sleifar og kveikti elda til þess einfaldlega þegar var búið að fá sér fullsett af þeirri kreppur sem þar sér stað árið 2000. Það gekk upp. Það tók nokkra vikur þegar ríkisstjórn Argentínu var búin að segja af sér. Í Ekvador sem ég var í árið 1999, þar einmitt voru settir í bálkestur á öllum helstu götuhornum til þess að blokkara allt transport í landinu. Það gekk upp. Innan nokkra vika var ríkisstjórn að segja af sér. Hvað þarf mikið hér á þessu landi sem við erum búin að kalla helsta lýðræðisland Evrópu og heimsins allars held ég, að fá þetta fólk sem okkar kjörna fulltrúar til að hlusta á það fólk sem kaust það. Maður velti bara samt fyrir sig hvort það sé skynsamlegt að láta þetta fólk sem kom okkur þannig sér inn í kreppuna, hvort það sé skynsamlegt að láta það klára kreppuna, vegna þess að það tekur ekki viku að koma sér inn í öll þessi mál sem að ráðherrarnir og... Þetta er ekki fólk sem er að koma sér á einni viku inn í einhver mál, það er búið að vera eins og ég segi, listi af fólki sem er mjög hæft til þess að taka við. Það gerist í kosningu þegar fólk kemur fram og segir hver er þín stefna, hvað ætlar þú að ráðast við vandann, þú kýst út frá því, það er þitt valið. Hvað viltu sjá? Ég fór í ríkisstjórn. Já, hvað viltu sjá? Ég fór kosningar. Ég vil að við göngum núna í Evrópusambandið. Hvað viltu sjá Ég vil að eftir það verði sótt kosningarnar? það bara núna strax. Hvað Og viltu ég sjá held að eftir þessi kosningarnar? ábyrgðarleysi og hálf ríkisstjórnin hafi ekki gengið í gegnum það, vegna þess að Evrópusambandið, þau lönd sem þar eru þau lönd þar sem við berum okkur saman við. Þau eru lýðræðisríki eins og við, sem við höfum alla tíð tekið okkar gildi þaðan frá. Við sækjum okkur þangað menningu, okkar menntun, þangað fyrir okkur innflutningur og þangað fyrir okkur útflutningur. Við erum í hópi með þessu fólki. Ef við ætlum hins vegar að fara að ganga þannig frá því að koma því þannig fyrir að hér verði ekki byggt ból í framtíðinni, þá getum við svo sem alveg sagt, tökum við upp einhliða evru og göngum frá því að Evrópusambandið líti aldrei aftur við okkur. Við getum líka sagt, veiðum upp allan þorski sem er að synda í kringum blessaða land og auki kvótann, en þá ertu líka búin að koma í veg fyrir að hér verði byggt ból í framtíðinni. Allar í pólitík, ég veit þú ert pólitísk, allar í pólitík? Það kemur í ljós og hvernig ætlum við að fara á því? Þetta er auðvitað svo óuppbyrgt að tala svona, ég meina hún er að tala hérna út og suðu, það er Evrópusambandið, það er kosning, það er Ekvador, það er Argentína, það þarf aðeins að skoða hvað ætlum við að gera hérna, með auðvitað þarf að koma upplýsingum til fólksins og það þarf ríkisstjórnin að gera. Kosningar, Evrópusamband, og það sé lausn það er... Eftir landsfundi og til þess að taka afstöðu til einhverja mála sem að skipta okkur öllum máli. Konur, tíminn er farin frá okkur, við höfum augljóslega geta haft eitthvað lengur.